Góðan daginn bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari sem hér eru komin á Zoom fjarfundi vegna þeirra takmarkana sem eru uppi vegna COVID-19. Ég býð ykkur velkomin á 305. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann hér með settan. Fundurinn tekinn upp og streymt í beinni útsendingu á vef Fjarðabyggðar. Á dagskrá fundarins eru eftirfarandi fundargerðir bæjarráðs númer 695 og 696, fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 279, fundargerð hafnarstjórnar númer 255, fundargerð fræðslunefndar númer 94, fundargerð félagsmálanefndar númer 141, fundargerð barnaverndarnefndar númer 126, og þá einnig 3 mál undir liðnum almenn mál. Það liður 8, fjárhagsáætlun 2020, viðauki 7, liður 9, forkaupsréttur að laxinum NK 71 og liður númer 10, deiliskipulag Eskifjörður miðbær, breyting Lamburarbraut, Bistgata og ný lóð. Líkt og hefur verið þá notum við spjallið sem til hliðar til að óska eftir því að taka til máls og bæjarfulltrúar greiði atkvæði með handa uppréttingu. Einnig bið ég fundarmenn að hafa slökkt á hljóðinu, setja mute þegar ekki verið að taka til máls. Og þá bara göngum við til dagskrá og fyrst á dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs númer 695 og 696. Fundargerðir bæjarráðs eru lagðar fram til afgreiðslu saman ef enginn veitir því andmælum. Liður 10 í fundargerð 696, lóðarumsókn og svona og Óðatóls Búðarmel 6E og 6D á Reyðarfirði ekki tekin til afgreiðslu þar sem lóðir voru ekki til úthlutunar og umsækjandi hefur fallið frá umsókn sinni. En orðið laust fundargerðir bæjarráðs og formaður bæjarráðs hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæti bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, það eru tilhlýðendur. Ég ætla að segja hérna bara örfá orð nokkra liði. Fyrst úr fundargerð 695. Liður númer 4 sem flutningur á dagvistun eldri borgara í Breiðdal. Það verið að skoða kostnað við það að breyta gamla leikskólanum þannig að starfsemi dagvistunar eldri borgara komist þar fyrir og þetta mjög held ég ánægilegt mál, mun þýða bætta aðstöðu og betri nýtingu á húsnæði okkar á Breiðdalsvík og fylgir þessu óverulegur kostnaður þegar dæmið gert upp því að við getum þá selt húsnæði þar sem þetta staðsett í dag. Þetta er mjög gott mál. Og svo það liður 7, barnvænt samfélag, minnisblað frá sviðsstjóra fjölskyldusviðs verkefnið barnvænt samfélag. Fjarðabyggð hefur boðist þátttaka í þessu verkefni á árinu og þetta snýst í raun innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og snýst verkfæri og mælikvarða til þess að meta hvernig það gengur. Við náttúrulega höfum verið að vinna mikla vinnu á þessu sviði síðustu árin og við höfum verið að tína inn ýmislegt sem að þessu tengist. Aukin vinna við snemmtæka íhlutun í málefnum barna, niðurgreiddar skólamáltíðir og margt fleira, ungmennaráðið okkar. Þannig að við erum að gera margt sem að tikkar í mörg box í tengslum við innleiðingu barnasáttmálans og þetta leið til þess að halda utan mælikvarða og tryggja það að við séum áfram á réttri braut í þessu. Mjög gott mál. Svo það fundargerð 696, bara stutt, bæjarstjóri komin inn á þetta líka hugsanlega eftir, en liður 3 í tengslum við jarðsig fyrir ofan byggðina á Eskifirði. Það komið til okkar minnisblað frá Veðurstofu
og þarf að fara yfir hvað þarf að gera til þess að vakta svæðið og fylgjast betur með hreyfingu jarðlaga á svæðinu. Og við teljum bara mjög mikilvægt að það verði áfram gott eftirlit með þessu og verði farið þarna í nýjar rannsóknir á þessu svæði þar sem að hefur orðið vart við jarðsig og að það verði gert nýtt bráðabirgðahættumat á svæðinu. Þetta hefur ekkert hreyfst síðan í stór úrkominu daginn, þannig að við vonum að þetta sé nú allt saman öruggt og það ekkert sem bendir til þess að það sé yfirvofandi stór hætta á ferð. En þetta eitthvað sem þarf klárlega að skoða vandlega og hvað þá hægt að gera í kjölfarið til þess að verja byggðina eða losna við hættuna þá með því að fara í breytingar hugsanlega á veginum. Næsta mál, liður 4 í sömu fundargerð, snýst ofanflóðahættumat fyrir Stöðvarfjörð, kannski kann að koma einhverjum á óvart, en það einfaldlega ekki búið að vinna slíkt hættumat fyrir Stöðvarfjörð og við viljum ganga úr skuggum að þar liggi fyrir hvaða hættur geta verið fyrir hendi. Eru þar einhverjar fræðilegar hættur á krapaflóðum helst og það þarf að fara yfir hvað þarf að gera til þess að verjast þeim hættum. Fleira var það ekki í bili frá mér. Fyrir þetta þá orðið laust fundargerð bæjarráðs. Bæjarstjóri Norðurgeirsvall. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar, hér eru bara örstutt liði í fundargerðum bæjarráðs. Það náttúrulega heilmikið gleðiefni að sjá og núna í þessum báðum fundargerðum og svo upp á síðkasti eins og kom hér fram að þá töluvert lóðumsókn hjá okkur sem vekur náttúrulega bara bjartsýni með manni að það sé að fara í gang svona virkur fasteignamarkað með nýbyggingum. Fasteignamarkaðurinn mjög virkur í Fjarðabyggð hefur verið í notu en það sé að koma og það töluvert búið að sækjum náttúrulega kannski hvað mest á Reyðarfirði og síðan bæðin eru lóður umsókn á Eskifirði, yfir á Norðfirði og Fossfirði og þannig að það og virkur markaður líka í suðurhverfunum þannig að eins og hefur sést náttúrulega í sölu okkar og íbúðum á Breiðdal meðal annars. Þannig að það afar jákvætt og maður gleðist með því við tókum hann að kauptilboð í grunna að búða með 4 og 10 á Reyðarfirði sem til að mynda í fundargerð 695 ásamt svona úthlutunum sem komið var inn á áðan og meira segja tvísetnir sumir þannig að það jákvætt og vonandi leiði þetta til þess að svona fari hér á gang byggingar á sem flestum stöðum, það væri afskaplega ánægjulegt. Aðeins bara til að fylgja því sem formaður bæjarráðs kom inn á áðan í tengslum við lið 3 sem jarðsig ofan byggðar á Eskifirði og bara svo sem eins og kom fram í máli hans og í minnisblaði, nú komið minnisblaði eða svona samantekt frá Veðurstofunni á þeim aðstæðum sem uppi voru náttúrulega og þarna í stórrigningunum í desember sem gerði að verkum að þetta fari í rýmingar á byggðinni svona á milli Lamberrár og út að Ljósá og langleiðin út að Ljósá sem orsakast af þessum sprungum sem koma í ljós í veginum ofan byggðarnar í Helgafelli og Hátúni í gamla Oddskarsveginum yfir Oddskar og það hefur verið töluvert mikil verið gríðarlega góð eftirfylgni. Ég ætla að nota tækifærið að þakka Veðurstofunni fyrir samstarfið og hennar starfsmönnum öllum, hvort sem það eru ofanflóðaeftirlitsmenn á Eskifirði eða starfsmenn Veðurstofunnar í ofanflóðadeild, að það þessi mætta mikilli fagmennsku og það mjög gott ásamt náttúrulega svo samstarfið við ótal aðila eins og Mannvit og Multitask og fleiri sem koma að því að útbúa, að koma með mælitæki og fleira. Eins og komið fram áður við höfum sett og því ég veit að fólk finnst aldrei nægt af upplýsingum mál eins og þetta og við höfum tekið það með okkur úr þessari aðgerð að reyna að auka það flæði þó sem mest en frá 19. desember hefur litlar sem engar hreyfingar átt sér stað á þessu svæði sem betur fer en engar síður verður það vakta áfram með sama hætti
Bæði náttúrulega með ofanflóða eftirlitsmönnum á vettvangi, það verða myndavélar, eða bara vefmyndavélar á sprungunum, ásamt svokallri alstöð sem komum til tals á íbúafundi sem við héldum fyrir jól, rafrænum. Alstöð er þetta bara mælitæki sem mælir hreyfingu upp á mjög mikla nákvæmni, hreyfingu í hlíðinni og síðan er verið að meta núna að fá hér radargögn sem hægt að fá, þau eru þetta að koma ekki fyrir í ágúst því að Veðurstofan er aðgang að gera þetta gögnum sem er tekin í ágúst hverju sinni og aftur í tíman, þannig að þá var þetta líka að meta hvort það séu breytingar á svæðinu. En það er ljóst að það er frá þetta gerðist að við höfum verið það sammála að það þurfi að skoða hættumatsgerð í framhald af þessu. Í dag náttúrulega gildandi hættumat sem tekur mið af þekktum ofanflóðum á Eskifirði líkt og í öðrum hverfum og það er bundið við árfarvegina. Þessar nýju áskoranir, ef þær eru, nú getur þetta verið stakur viðburður, það er ekki neitt sem við höfum í hendi okkar með það núna, hvort sé stakur viðburður eða hvort það sé komin upp ný hætta. Þannig að við viljum að það verði unnið hættumati og grundvelli hættumatsins er svo tekin ákvarðanir hvernig skuli verjast og hvernig skuli bregðast við. Veðurstofan hefur svo sem metur það þannig að það þurfi töluvert mikla rannsóknir sem eðlilegt er til að sjá og skera úr þetta. Þannig að hugmyndin er þá frekar svo að vinna bráðabirgðahættumat núna og með aðstæður og síðan endanlegt hættumat eftir því sem rannsóknum fleygir fram á þessu og hugsanlega sem teygja sig alveg á næsta ár. En við höfum sendt bréf núna og við höfum verið sammála það í bæjarráði og ég veit að við erum sammála það að vinna slíkt bráðabirgðahættumat. Hefum farið þess á leit við Veðurstofuna formlega að við förum í slíka vinnu með vegagerðin einni og hlutaðeigandi stofnunum. Því þarna undir er líka náttúrulega vegurinn Oddskar sem nú er búið að opna nýju hleyp á umferð með þetta þungatakmörkunum til þess að við getum náttúrulega komist upp á skíðasvæði og þannig að þetta verður unni núna í vetur og síðan náttúrulega hættumat í framhaldi og það verður ekkert, ég veit að það verður ekkert slegið af svo vöktun og annað á þessu svæði og henni verður vel sinnt. En sem betur fyrir þarna stöðuleiki sem frá því að þessar sprungur myndust hefur verið og vonandi það engin breyting á en því verður vel fylgst með. Það er svo sem sömuleiðis bara eins og kom fram, við höfum líka sendt núna formlegt bréf til umhverfisráðuneytisins gerð hættumats fyrir Stöðvarfjörð. Eins og kom fram í máli formanns bæjarráðs þá er þar þekkt það byggir á gögnum frá Veðurstofu og athugunum Veðurstofu að þeir telja að það sé þörf á að vinna formlegt hættumat. Það er gert það sem til eru gögn hugsanlega flóð og hættu sem gæti skapast og við getum kannski séð fyrir sem svo til mati sem tekið var og það er framkvæmdir sem farið var í á Fáskrúsi á sínum tíma. Það sem voru hætta á krabbaflóðum sem breyttu bara gríðarlega miklu. Þar voru þekkt flóð sem ollu tjóni á húsum og eignum en var afstýrt svo með þessum aðgerðum eða þeim vörnum sem setta voru þar fyrir ofan grunnskólann eða lækjafarveginn sem er milli grunnskólans og þéttbýlisins fyrir utan hann í austri. Þannig að við höfum óskað eftir formlega og vinnum núna hættumat eftir því ferli sem það er unnið. Þá koma til fulltrúar frá sveitarfélaginu og fulltrúar frá Veðurstofunni eða ráðuneytinu og út úr því koma þá tillögur eða þarf til varna og hvernig varna. Þannig að þetta verður unnið snögglega þannig að það er bara full ástæða þess að ljúka því þarna á þessum stað og hvort það séu slíkar hættur uppi og það tengist eins og áður sagði krabbaflóðum og hugsanlega líka vatnssöfnun í kringum farvegi sem er náttúrulega bara að fara í gegnum. En það eru þekktar dæmum að það þurfa að framræsa hlíðar út í ár, veita vatni. Þannig að annars held ég að sé nú ekki meira sem ég vildi inn og koma í þessum fundargerðum. Forseti, þakka ég fyrir. Takk fyrir þetta. Þú sem bæjarfulltrúi orðið, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég ætla örstutt að fara yfir fundargerðir bæjarráðs númer 695 og 696. Þeir félagar sem tölu á undan hafa svo sem komið inn á flest ef ekki allt af þeim atriðum sem ég hefði viljað fara aðeins yfir
og tek undir með þeim að hérna er ánægjulegt að sjá tilboðin í grunnana hjá okkur og lóðir og vonandi að hérna það verði hafnar hér húsbyggingar á þeim lóðum sem fyrst og það er bara jákvætt og gott mál. Ég ætla aðeins að koma hérna inn á lið númer 1.4 varðandi Sólvelli og flutninga á dagvistun eldri borgara og það er auðvitað alveg rétt að það er jákvætt og þarft að hérna finna Sólvöllum hentugra hús með þau undir dagvistun og góð lausn að nýta leikskólan þar undir. En eins og ég kom inn á í bæjarráði þá hvatti ég menn nú til þess að flýta sér hægt í þessum efnum. Við erum auðvitað í viðræðum við Sjúkratryggingar og ráðuneytið uppsögn á þjónustusamningi rekstur hjúkrunarheimila og þessi starfsemi er auðvitað náskyld og ég hefði svona hallast að því að menn þetta bíða og klára þær viðræður án þess að fresta neitt endilega áformunum, bara sjá hvað þær leiða af sér því að við verðum auðvitað að hafa það í huga að við erum í þeim viðræðum og uppsögnin er tilkomin bæði vegna erfiðs reksturs en jafnframt með þeim rökum að málaflokkurinn tilheyrir ríkinu og það sama á auðvitað við dagvistunina þó svo að rekstrarforsendurnar séu aðrar og því var auðvitað ákjósanlegt að halda dagvistuninni en ég legg til að við hérna svona flýtum okkur hægt varðandi að fara í útgjöld allavega meðan við erum að klára þessa viðræður sem eru nú langt komnar og mun eflaust liggja fyrir á næstu vikum hver niðurstaða þess verður og hérna þannig að og ég held að allir séu nú sammála mér í því. Að öðru leyti þá bara örstutt varðandi jarðsíða þá tek ég undir með Jóni Birni að það var mjög gott að eiga fund með Veðurstofunni daginn og fulltrúum umhverfisráðuneytisins og ég verð að taka undir með honum varðandi það. Það er afskaplega gott að sjá fulltrúa Veðurstofunnar og þá sem fara með ofanflóðasjóð og varnir hversu hratt og fljótt þau hafa komið inn í málið og afskaplega traustvekjandi að hlusta á þeirra sjónarmið og hvað þau eru vel inn í þessu og gera sér grein fyrir að það þarf að bregðast hratt við. Og í fyrstu svona þá fannst mér kannski áskorta dagsetningar og annað í þessum minnisblöðum en það helgast ekki til að því mér skilst af neinum seinagangi heldur þveröfugt. Það er verið að ganga hratt og örugglega í öll þessi mál og hérna og það er þá mikilvægt að hérna aðrar stofnanir fylgi vel á eftir og þá er það kannski helst vegagerðin varðandi veginn. Og svo bara varðandi lið 2.4 ofanflóða hættumatið við Stöðvarfjörð og þá er kannski ágætt að komi fram að þarna er einfaldlega bara að ræða áhættumat sem var næst í röðinni í rauninni hér í Fjarðabyggð og á kannski ekkert skylt varðandi jarðsig eða aðrar ofanflóðahættur sem hafa verið hér á Austurlandi heldur einfaldlega bara verið að tryggja að þetta áhættumat fari að eiga sér stað enda lá það fyrir og algjörlega ótengt. Þá held ég að það sé ekki fleira hjá mér. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Það hefur enginn kveðið sig til við orðið. Þannig að þá ber ég fundargerð bæjarráðs að undanskildum lið 10 í fundargerð 696 upp til samþykktar. Þeir sem þær samþykkja, gefa merki. Það er samþykkt með
8 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar nr. 279. Orðið er laust þessa fundargerð. Það enginn beðið orðið og þá ber ég hana upp til samþykkis. Þeir sem hana samþykkja gefa merki. Hún samþykkt með 8 greiddum atkvæðum. Þá eru komin fundargerð hafnarstjórnar nr. 255 og orðið er laust hana. Sigurður Ólafsson, formaður hafnarstjórnar, er beðinn orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bara örfá orð þessa fundargerð. Í fyrsta lagi, bara efsta mál á dagskrá, fóðurprammi sem að sökk í Reyðarfirði. Náttúrulega stórt tjón sem var þarna í þessu ofsaveðri. Það er ennþá verið að vinna í því að ná þessum pramma upp og það gengur svona sagna ekkert frábærlega vel. En við auðvitað bindum vonir við að það takist á endanum. Og ég held að menn sé bara að vinna í þessu ennþá á fullu en það er ekki enda búið að bjarga honum af hafsbotni sem er náttúrulega hið versta mál. Svo aðeins örstutt lið 3 sem er ný þjónustumiðstöð á Fáskrúðsfirði. Það er ennþá verið að vinna í því að undirbúa þá byggingu. Það var verið að kynna fyrir okkur teikningar og kostnaðaráætlun og það er ljóst mál að það mun einhvern tímann á árinu vonandi rísa ný þjónustumiðstöð á Fáskrúðsfirði og það er svona verið að gæla við að það gæti mögulega orðið klárt sumars. Þannig að það sé alveg ljóst á þessari stundu. Það fer svolítið eftir hvernig gengur að fá mannskap í verkið og hversu hratt er hægt að afgreiða húsið til okkar og svo eftir að velja því endanlega stað líka en það stendur ekkert annað til en að byggja nýja og góða þjónustumiðstöð sem á þá að þjónusta bæði höfnina og starfsmenn framkvæmdasviðs á Fáskrúðsfirði. Annað var það ekki. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð hafnarstjórnar. Það hefur enginn beðið orðið þannig að ég ber hana upp til samþykkis. Þeir sem hana samþykkja gefa merki. Hún er samþykkt með 8 greiddum atkvæðum. Það er, og taka það fram að það er með öllum greiddum atkvæðum þar sem að það eru 8 bæjarfulltrúar sem mættir eru á þennan fund. Þá erum við komin í fundargerð fræðslunefndar nr. 94. Orðið er laust þá fundargerð. Það hefur enginn beðið orðið, þannig þá ber ég hana upp til samþykkis. Þeir sem hana samþykkja gefa vinsæls gefa merki. Og hún er samþykkt með 8 greiddum atkvæðum. Þá eru komin í fundargerð félagsmálanefndar nr. 141. Orðið er laust þá fundargerð. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég hana upp til samþykkis. Þeir sem samþykkja fundargerð félagsmálanefndar nr. 141 gefa merki. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá eru komin í lið 7 fundargerð barnaverndarnefndar nr. 126 og orðið er laust þá fundargerð. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerð barnaverndarnefndar nr. 126 upp til samþykktar. Þeir sem hana samþykkja. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og það er liðin 8 fjárhagsáætlun 2020 viðauki 7 og það er fyrir mæla fyrir þessum leik. Já, forseti góðir bæjarfulltrúar, hér er komin fram viðauki 7 við fjárhagsáætlun liðins árs. Hann er svona hefðbundinn að því leyti til með fyrsta lið, það sem við skiptum úr veikindurinn-potti svokölluðum, en á hverju ári tekið frá fjármagn til þess að færa á móti hjá stofnunum það sem heildarveikindalaun eða sem eru langtímaveikindi að ræða. Auðvitað þetta ekki nema lítið brot til að mæta þeim kostnaði en engu síður
höfum við tekið þetta þannig út. Langtímaveikindi núna skráðu kostnað hjá Fjarðabyggð á liðnu ári. Langtímaveikindi voru 73 milljónir króna og heildarveikindalaun hjá sveitarfélaginu voru 133. Það er rétt að hafa í huga við þetta er mjög stór vinnustaður með margar stofnanir og 450 starfsmenn, þar bil ef ég man nú þetta alveg rétt, ekki alveg upp á. Þannig að við erum að skipta út þessum veikindapotti þarna, þessum 12 milljónum sem frá eru teknar og settar á móti langtíma veikindum, skal nú tekið fram. Þetta er mjög mörgum tilfellum það sem þarf að koma til ráðninga annarra starfsmanna til að leysa hólmi þá starfsmenn, ekki hægt að hagræða þá í rekstri eða breyta til. Og það er dreift þetta niður á þær stofnanir sem þarna eru tilgreindar, þessar 12 milljónir. Og þetta hefur þessi ráðstöfun engin áhrif á heildarniðurstöðu fjárhagsáætlunar, það sem ég hef gert ráð fyrir þessu. Síðan í þessum viðauka jafnframt farið í gegnum að því að það hefur töluvert náttúrulega eignasölu hjá okkur sem sali á sölur á húseignum umfram það sem var í áætlunum. Það er annars vegar náttúrulega búið að selja 6 íbúðir málaflokki 57 félagslegri íbúðir, 4 á Breiðdalsvík og sitt hvora á Norðfirði og Eskifirði. Sala íbúðina fór náttúrulega fram með samræmi við reglur Fjarðabyggðar, Kaupdeilu samt, þannig að heildarsölu þess íbúðina 54, bókfært verðum 22 og svo uppgreiðsla ákveðin lánum 43. Þannig að það er verið að bæta við seldar eignir í málaflokknum félagslegar íbúðir sem svo er kallaður í bókhaldi, 40 milljónum þar. Ég sé jafnframt að Samþykkt að selja á fundi bæjarráðs á síðast, það er raun og veru í lok árs 2019 en bókfærist árið 2020. Þá seldum við húsið við Símonartún, hesthúsið sem var keypt upp og hægt var að nota. Sú sala fór ekki fram fyrr en á maí á liðnu ári og það var söluverð 3 milljónir og bókfært er 25. Síðan var Samþykkt að selja fasteigna Nesgötu 5 í ágúst síðastliðnum. Söluverð 17,2 og bókfært er 2,1. Þá var Samþykkt að selja 14. desember síðastliðin fasteigna Grímseyri 6 á Fossvogi. Það sem söluverð 22 og bókfært verð 2,4. Og síðan á fundi bæjarráðs núna í 4. janúar var samþykkt formlega, en það hafi verið samþykkt milli funda fyrir áramót að selja fasteignabúðir 1921 Áhaldhús á Reyðarfirði og söluverðið þar var 22 og bókfært 18. Þannig að það er sem lagt til að breyti 60,9 milljónum verið bætt við seldar eignir í fjárhagsáætlun ársins í eignasjóði þar af leiðandi en salan bókast í gegnum rekstur eignasjóðs að frádregnu bókfærið verið eignanna. Samandregin hafa þessar breytingar þó áhrif að rekstrarniðurstaða í A-hluta sveitarsjóðs hækkar 16,5 milljónir. Rekstrarniðurstaða í B-hluta hækkar í félagslegum íbúðum bókhaldslykli 32,2 milljónir. A-borgarnir lánaði vegna uppgreiðslu lánaði tengslum þessar sölur hækka sömuleiðis 43,1 milljón og viðskiptakröfur hækka 51,1 milljón. Eigið fé einstakra stofnana og samstæðunum í heild breytist í samræmis þessu eins og mann gefur að skilja. Samandregið var sjóðsstaða áætlun lok ársins 2020 440 milljónir fyrir að miðvikuna áætlun 455 milljónir með þessum viðauka. Síðan sjáum við hérna nánari útlistingar og sundurliðanir í fylgiskjali með. Þetta er svona heildar, svona stutt samandregin það er mál sem í þessum viðauka er annars vegar skipting veikindapottar og hins vegar færsla á kaupverðum íbúða eða kaupverðum húseigna sem við höfum selt. Og í samhliða því greitt náttúrulega upp lán það sem tengist íbúðum sem tilheyra í bókhaldi hinu svokallaða félagslega kerfi sem í raun er ekki eins og áður hefur komið hér fram í umræðum á fundi þá erum við bókfærum þetta undir svokallaðu félagslega kerfi en við erum í dag og höfum verið með langt skeið þannig að við greiðum sérstakar húsaleigubætur til fólk sem þarf á stuðningi að halda þannig að það sé á almennum leigumarkaði en með okkar tilstyrk en áfram heitir þessi bókhaldslykil. Þannig að við erum með þessar íbúðir í almennri leigu en höfum náttúrulega verið að selja út úr því kerfi en það heitir félagslegt kerfi. Þannig að við erum ekki að minnka eða nokkuð þátt að ganga á eða skerða möguleika fólk sem þarf á stuðningi, halda húsnæðisstuðningi vegna erfiðleika og tímabundin eða langtíma á nokkuð þátt heldur nálgust það með öðrum hætti. Það var ekki fleira Frosti. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust þennan lið. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp í samþykkta lið 8 fjárhagsáætlun 2020 viðauka 7 til samþykktar. Þeir sem það samþykkja.
Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 11, forkaupsréttur að laxinum MK91 og ég mun mæla fyrir þessum lið. Vísa frá bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar beiðni yfirlýsingu þess efnis að sveitarfélagið hyggist ekki nýta forkaupsrétt á bátnum laxinum MK71 númer 1841 sem er 8,86 brúttótonna bátur í eigu Keppnis EHF. Kaupandi bátsins er Fengur útgerð EHF á Akureyri. Skipið er án aflaheimildar, án aflamagns og án grásleppu leyfis. Orðið er laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég eftir samþykktar lið 9 að bæjarstjórn nýti ekki forkaupsrétt að skipinu laxinum MK71. Þeir sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 10, deiliskipulag Eskifjörður miðbær, breyting Lamburarbraut, Viskata og ný lóð. Og ég mæli fyrir auglýsingu á breytingu deiliskipulags. Vísa frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar. Tillögu að auglýsa breytingu á deiliskipulaginu Eskifjörður miðbær. Þannig að gert verður ráð fyrir að Lamburarbraut verði gerð að vistgötu. Þá verður gert ráð fyrir byggingarlóð fyrir íbúðarhús á milli Lamburarbrautar 1 og 3. Orðið er laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég eftir samþykktar lið 10 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi Eskifjörður miðbær. Þeir sem það samþykkja gefa merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er dagskrá fundarins tæmd. Það verður næst boðað til fundar með dagskrá þann 4. febrúar næstkomandi og ég þakka fyrir fundarsetuna og málefnalegar umræður og segi